Ég held að Hanna-María hafi sagt augnablik. Já, þá hringum við aðeins. Þannig að þá byrjum við bara. Já, gott kvöld. Góði gestir og verið velkomin á þennan litla fund okkar félagsheimildir fundur númer 2. Í dag ætlum við að fara aðeins yfir Staðarfell og Tjarnarlund. Við fórum í þessa vinnu hérna í menningarmálanefnd til að reyna að byggja frekar undir styrkari stoðir undir rekstur á félagsheimilunum í sveitarfélaginu. Við höfum fengið til liðs okkur Sigurstein Sigurðsson sem menningarfulltrúi Vesturlands hjá SSV. En hann tók þátt í og skipulagði og hélt utan síðastliðið haust ráðstefnu félagsheimila á Vesturlandi, framtíðar nýtingu og svona hugmynda hvernig við getum staðið að þeim og vandað veg þeirra og virðingu til framtíðar. Af hverju erum við að fara í þetta? Við viljum náttúrulega reyna að koma meiri líf í húsin, þannig að þau nýtist okkur betur og vonandi verða það niðurstaðan úr þessum fundum og þessari vinnu okkar sem við ætlum að vera í núna næstu mánuðina að það komi einhverjar skemmtilegar tillögur sem að við náum jafnvel að hrinda í framkvæmd, hvort sem að verður á vegum sveitarfélagsins eða samvinnuverkefni milli sveitarfélagsins og annarra aðila. Vonandi mun þetta þá auðga menningu í sveitarfélaginu og skapa jafnvel störf, eða allavega þá tækifæri til þess að skapa störf. Í vor líka unnið að endurskoðun á menningarstefnu Vesturlands á vegum SSV og í þeirri vinnu sem nú hefur verið hrint af stað, þar hafa félagsheimilin töluvert mikið verið undir í umræðunni hjá okkur í þeirri vinnu og mjög mikill áhugi fólks víða Vesturland að sjá eitthvað líf í félagsheimilunum. Það náttúrulega slatti af félagsheimilum til á Vesturlandi. Sum þeirra hafa gengið í gegnum endurnýjun lífdaga og hafa fengið breytt hlutverk eða aukið hlutverk og síðasta útspili var Borgarbyggð seldi núna í vor Valfell og mér svo sem ekki kunnugt hvað hugsað með neina starfsemi þar en maður sér allavega ljósar oft á kvöldin þegar maður keyrir hjá. En við ætlum að hafa þetta þannig í kvöld að fyrst sýnum við myndband sem við tókum upp við Sigursteinn í Tjarnarlundi. Fórum þar húsakynnin og skoðuðum og að því loknu þá förum við yfir smá greiningu sem að Jóhanna hefur unnið fyrir okkur í menningarmálanefndinni reksturinn á sveitarfélögunum síðast liðin 5 ár og síðan gerum við alveg eins með Staðarfellsheimilið, byrjum á myndbandi og förum svo í greininguna og síðan þegar því lokið þá mun Sigursteinn aðeins tala það sem hefur verið gert á Vesturlandi í breytingum á félagsheimilum eða notkun þeirra og nefna hann að dæmi og við erum með 1 eða 2 myndbönd sem við kannski sýnum, það kemur í ljós hvað tæknin segir okkur. Hún hefur ekki alveg verið Sigursteini Hlíðhóll sem nú samt sem áður tæknistjórinn hérna hjá okkur en Jóhann alveg búinn að taka það yfir og hann bara svona á hliðarlínunni en kemur til með að stjórna glærunum, hann fær það. Já, það þarf einhver að vera fallegur hérna í kvöld, það nokkulega þannig. Og ég skal taka það með, þá við séum öll falleg. En hérna, við byrjum bara á því að skoða þá þetta myndband úr Tjarnarlundi og Jóhanna, gjörðu svo vel, láttu það rúlla.
Félagsheimili Tjarnarlundur byggt í mörgum áföngum frá því upp úr aldamótunum 1900. Í fyrstu var það hreppshús, en svo ákvað Ungmennafélagið Stjarnan að verja fé til að byggja við hreppshúsið. Skráð stærð hússins 471,5 fermetrar. Aðalsalurinn með sviði um 145 fermetrar. Og forsæðundir á hæðinni ákynningu berabúnaði og sem og viðbyggingu, en í þeim hluta snyrtingar og sturtur allar fyrir gesti tjaldsvæðisins og íþróttavallar við félagsheimilið. Engin regluleg starfsemi í húsinu og það einungis nýtt til funda og mannfagnaða, en á sumrin hefur verið þar opið tjaldstæði á flutinni við heimilið og þá hefur verið einhver aukin nýting á aðstöðinni. Félagsheimilið miðsvæðis í Saurbænum og við það stendur Staðarhólskirkja sem áberandi kennileiti. Félagsheimili Staðarfell á ferð. Já, það ekki, ég vil taka það fram að ég var ekki drukkinn þegar ég var að lesa þetta upp hérna. Ég hljóma ekki svona venjulega, en það greinilega ennþá einhver púki þó að ég hafi gefið frá mér tekni hlutverkið, en svona þetta bara. En það ekki þá bara langsniðust að við reynum bara að hlaða upp vídeóunum á heimasíðunni hjá Dalabyggð, það ekki? Jú, við gerum það svo eftir fundin. Setjum þetta þar upp. Já, þetta svona æðislega vídeó, þau eru ekki nema, já. Komdu bara með glærurnar upp fyrir mig. Já. Svona. Ok, þá má bara koma næsta glæra. Það Tjarnarlundur. Þetta sem sagt notkunin á húsinu síðustu 5 árin. Og þar tekið fram hvað eru margar leigur á ári og hversu margar þeirra hafa sem sagt verið án endurgjalds. Það þá viðburðir sem hafa þá verið niðurgreiddir að sveitarfélaginu að einhverju leyti í formi frýra leigu. Þið sjáu þarna fyrirvarana, ekki hafa allir fríi viðburðir verið skráðir og greiddir viðburðir voru taldir eftir reikningsafritum og eyðublöðum. Og þið takið eftir að 2005 þá einungis greitt fyrir eina leigu. 4 viðburðir voru þar. Næsta glæra, takk. Þetta eru tekjur á ári. Þessi 5 ár. Og til samtals þá þetta rétt tæpa 3 milljónir í innkomnar tekjur, 2,7 milljónir. Og svo listaður upp þarna viðburðir eða tegundir af viðburðum. Það einkasamkvæmi, árshátíð eða þorrablót, fundur og námskeið, leiksýning eða tónleikar, á helgarleiga, sem gæti þá verið eins og ættamót eða eitthvað slíkt. Og svo dansleikur eða dansleikir og eitthvað annað. Næsta. Og hér koma rekstrartölurnar, það að segja kostnaðurinn við að reka húsið. Þetta 2 milljónir á ári, laun, vörur og þjónusta. Og svo sjáum við þarna til hægri að það þá beinn kostnaður rétt tæpar 11 milljónir og svo kostnaður eignasjóði eins og tryggingar og fasteignagjöld og fleira. Þannig að heildar rekstrarkostnaður 13,5 milljón rúm. Og næsta. Síðan sjáum við hér hlutfall af bókuðum tekjum fyrir öll félagsheimilin. Og þar sem að stærsta kakan Dalabúð
og þá kemur Árblik, Tjarnarlundur þar sem örin vísar og svo Staðarfell, litla sneiðin þarna efst. Og næsta. Hér sýnt skiptingin á milli frýrrar leigu og greiddrar leigu. En þar var frí leiga 70 viðburðir og greidd leiga 44 á þessu tímabili sem ræðir. Það má geta þess í framhjáhlaupi hér að þessar glærur verða einnig settar á netið, þannig að þetta verður allt aðgengilegt. Og það ítarefni meira að finna í fundargerð menningarmálanefndar frá því fyrr í vor, þar sem að greinagerðin okkar í heild sinni. Næsta. Og hér sjáum við hvernig fjármagnsstjórnunin var samanborið við fjárhagsáætlun, hvort það fóru yfir eða undir eða voru á pari, og það kemur í ljós að þetta svona aðeins yfir áætlun. Þó það sé nú ekki mikið, en þá þessu yfirferð lokið, það ekki, Sigursteinn? Eða það ekki fleiri? Jú, það einmitt lokið, lokið Tjarnarlundi. Það spurning, eigum við að gera tilraun með að hvort það gangi betur með Staðarfellsvídeóið? Hvernig líst okkur á það? Við prófum það. Það allavega virkaði vel í generalpröfunni. Já. Félagsheimili Staðarfell á Fellsströnd. Það var byggt 1909 af Hreppnum, Ungmennafélagi og Kaupfélagi. Stærð alls 336 fermetrar. Á aðalhæð hússins salur með sviði og rými alls 90 fermetrar. Annað stóðrými. Geymsla í kjallara og Staðarfell kynnt með varmadælu. Staðarfell hefur nokkru sinni verið stækkað, síðast á árunum upp á 1990, en þá var þaki aðalbyggingarinnar lyft og það endurnýjað, ásamt því að byggð var fordyri ásamt snyrtingum og leið var innra skipulagi eldri hlutans breytt. Húsið þarfnast töluverðs viðhalds, bæði utan og innan. Það engin regluleg starfsemi í húsinu og það helst nýtt af samfélaginu á ströndinni fyrir mannfagnaði og fundi. Steinsnar frá félagsheimilinu myndalegt svið sem býður upp á möguleika á útiskemmtunum. Já, þá vindum okkur bara í glærurnar. Og það eins með þarna. Hér eru sýndir viðburðirnir sem hafa verið haldnir á hverju ári, þessi undangengin 5 ár. Og það vekur athygli 2018, þá var 100% aukning á nýtingarhlutfalli hússins, sem náttúrulega mjög jákvætt. Hér kemur ekki fram hvort að hefur verið greidda leigu eða fría leigu að ræða. Það kemur kannski fram seinna. Við skulum sjá næsta glæra, takk. Hér koma sem sagt tekjurnar fyrir þessi 5 ár eru 230.000 krónur og þetta eru að mestu leyti einkasamkvæmi eða veislur og ein helgarlega, svona einhvers konar skemmtun eða ættamótið eitthvað slíkt. Næsta. Hérna sjáum við reksturinn, kostnaðinn.
Og næsta. Hér sjáum við þetta sama skífa við vorum með áðan, varðandi tekjur fyrir bókaða viðburði. Og næsta. Og þetta bara eins og gangurinn á hjá með hinn félagsheimilin. Þetta svona alltaf í kringum 100% nýting á því fjármagni sem ætlað var og rúmlega. Þá Englar í viðbótið ekki. Þetta sem svona smá innlegg í þetta. Þetta voru 5 ár sem við skoðuðum og eins og glöggir hafa tekið eftir þá náttúrulega töluverð skekkja í 2020 tölunum. Það sem voru náttúrulega óvenju fáir viðburðir sem áttu sér stað í öllum félagsheimilunum. Tekjur fyrir eigin afnot sveitarfélagsins ekki færðar inn sem bókaði tekjur í þessari samantekt, þar sem að ræða rekstrarframlag en ekki beinar tekjur. Og af öllum 4 heimilunum þá á þessu tímabili hefur kostnaður verið 66 milljónir og tekjur 15 milljónir sem þýðir að rúma 50 milljónir hefur kostað að reka heimilin þessi 5 ár eða meðaltalið 10 milljónir á hús. Og eins og ég nefndi áðan þá greinargerðin að finna undir fundagerð menningarmálanefndar frá 16. fundi sem var haldið núna í apríl. Ok, þá þetta komið. Og Sigursteinn ætlar aðeins að fara yfir það sem ég nefndi áðan, þessi nokkur atriði sem hafa lukkast vel í breytingum á aukinni nýtingu á félagsheimilum. Já, ég ætla aðeins að fá að tala aðeins við ykkur og ég vil taka kærlega fyrir að fá að vera með ykkur í kvöld. En já, svo ég kynni mig aðeins, þá heiti ég Sigursteinn og menningarvelferðarfulltrúi hjá Samtökum sveitarfélaga Vesturlandi, svona eins og Þorgrímur kom inn á áðan. En mér langar svona líka aðeins til þess að bæta því við að ég helmingurinn af mér úr Dölunum. Föðurættin alveg ættuð úr Dölunum, ég frá Vígoldstöðum. Og afi var á Fjósum í Búðardal. En jæja, hvað það? Við skulum halda frá nú og koma svona ásmá svona ættfræði tenging og það bara rosalega fínt. En Þorgrímur kom inn á áðan að það væri verið að móta, eða það verið að endurskoða menningarstöðu Vesturlands sem á verið gildi fyrir 2021 til 2025 og það alveg rétt að miðað við umræðina sem hefur verið á þeim fundum þá mikil áhersla á að reyna að nýta félagsheimilin betur og reyna að gera það í þágu blómlegra menningar. Og reyndar gengur þetta svona aðeins lengra vegna þess að sóknaráætlun Vesturlands sem stefnumótandi áætlun fyrir landshlutann okkar fjallar einmitt þetta og svo ég segi bara orðrétt upp úr sóknaráætluninni að þá stendur þar að við viljum bæta nýtingu félagsheimila og menningarhúsa í þágu fjölbreyttrar menningar á Vesturlandi. Og þetta svona, þetta sóknaráætlun Vesturlands plagg sem gerð í miklu samráði við íbúa og sveitarstjórnarfólk í landshlutanum okkar. En það að félagsheimili séu lítið nýtt, það ekki vandamál sem einskorað við Dali eða Vesturland. En þegar ég að tala við kollega minna sem eru menningarfulltrúar í öðrum landshlutum, þá hafa allir verið að klóra sér í höfðinu hvað þetta varðar. Og mér langar svona aðeins að vitna í það sem að starfsbróðir minn á Suðurlandi segir. Hann segir svona, þetta ekki hvert hann húsættir svona svo afi, hvað á að gera við afa? Og mér fannst það lýsa svo vel hvaða tilfinningar við berum til þessa húsa að þetta í ofta tíðum þá þetta forfeður okkar sem að byggðu þessu hús í sjálfboðavinnu og söfnuðu peningum fyrir byggingarefni og það virkilegt afrek sem að við erum svona dálítið stolt af. Félagsheimilin eiga svona dálítið svona djúpan sess í svona þjóðarsálinu okkar sko. En samt sem áður þá eru það frekar fá félagsheimili á landinu sem hafa fengið auknari nýtingu og þróunin samt svo að þeir sem eru að leigja aðstöðu fyrir veistlur, þeir eru farin að leita í ríkara mæli til aðila sem geta boðið upp á alla aðstöðu eða aðra aðstöðu og þjónustu og það svo sem veislu þjónusta, maturinn og veitingarnar og þrif og svo framvegis. Og þannig að það auknari samkeppni núna með auknara framboði og veitingum á landsbyggðinni sem tilkomið vegna auknari ferðaþjónustu. Þannig að þetta svona
Þannig að það svona í mörg horn að líta hvað þetta varðar. En eins og það kom hérna fram í erindinu hérna áðan sem að Hanna María tók saman, þá það gríðarlega kostnaðarsamt að reka hús, en það ennþá dýrara að reka hús sem lítilli starfsemi. Og það jafnframt mikilvægt að viðhaldi sé sinnt, en hús eru fljóta að grotna niður ef þeim ekki sinnt nógu vel viðhaldinu. Og við skemmda húsnæði þá fer af stað svona keðjuverkandi áhrif, þannig að húsið grotnar hraða niður og eftir því sem tíman líður þá verða þessa endurbætur miklu kostnaðarsamari og erfiðari og stundum húsin hreinlega bara ónýt, sko. En það því nauðsynlegt fyrir okkur núna að hugsa aðeins út fyrir kassan og finna félagsheimilunum ný hlutverk eða hreinlega efla starfsemina sem þar fer fram. Og eins og kom þetta fram áðan, þá stóðu Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi fyrir ráðstefnu aukna nýtingu félagsheimila og menningarhúsa á Vesturlandi í haust. Og þar voru tekin 2 dæmi félagsheimili sem vill svo til bæði hérna á Vesturlandi, þannig að kannski eftir alltaf kannski svona alltaf framalega hérna á landsvísu, en þetta félagsheimili sem hafa gengið gegnum endurnýjun lífdaga og það Breiðablik á Snæfellsnesi og Brúarás í Borgarfirði. En mér langar svo til að sýna ykkur hérna innslag frá þessari ráðstefnu, hún var nú auðvitað á netinu eins og allt í COVID og mér langar að biðja Hönnu að prófa að deila innslaginu frá Breiðablik sem Eggert sem oddviti í Eyja Miklholtshreppi segir svona aðeins frá hvað þar fór fram. Við skulum sjá hvernig það gengur. Og bíðum alveg spennt með alveg krosslaða fingur. Já. Nei, heyrðu, ég var að fá skilaboð frá tæknistjórninni að þetta ekki að gera sig. Við setjum þetta bara í link og við reynum bara að hafa gaman af þessu. En við setjum það bara hérna í spjallið og svo hérna mun þetta koma á hérna síðu Dagblöðum eftir. En þarna ég mæli samt með því ég skoði þetta og ég ætla líka að setja hlekka á ráðstefnuna í heild sinni, þannig að það svona margar hugmyndir sem ætti að gera þar. En svo ég tali svona aðeins það sem Eggert ætlaði að tala að þá var Breiðablik félagsheimili sem var afskaplega lítið notað og var eiginlega bara svona dálítið gleymt það sem stóð þarna við þjóðveginn á leiðinni vestur. En það var ákveðið að byggja þar upp gestastofu fyrir Snæfellsnes og sveitarfélögin á Snæfellsnesi þeir komu saman að þessu verkefni og byggðu þar upp móttöku fyrir ferðamenn þar sem hægt var að komast á klósett og fá kynningu á þeirri vöru og þjónustu sem að Snæfellsnes hefur upp á að bjóða og bara alla þá náttúru og þjóðgarðinn og svo framvegis. En það var líka svona leitað til samfélagsins þannig að heimamenn sem eru að vinna að handverk og hönnun og í matvælaframleiðslu fengu þarna tækifæri til þess að selja sína vöru beint frá bónda og beint frá bát. En rúsínan í pylsuendanum, félagsheimili var hannað þannig að þessa breyting voru hannað þannig að það hægt að nýta það áfram sem hefðbundið félagsheimili. Þannig að ef það í þórablót eða ferming eða brúðkaup í sveitinni þá var hægt að nýta félagsheimili sem slíkt. Og það mjög athyglisverð nálgun. En já, ég hef svo gaman að tala að það þarf einhver að eiginlega bara svona að ýta á mute-takkan hjá mér. En kannski hérna við ekki komin tíma umræður, Þorgrímur. Já, takk Sigursteinn. Það nú komið að þessum hluta að sem sagt fá frá ykkur þáttakendum einhverjar svona athugasemdir og hugmyndir varðandi hvað við getum hvernig við sjáum fyrir ykkur nýtingu á þessum félagsheimilum áfram. Og eins og Sigursteinn nefndi þá náttúrulega heilmikil gróska í menningartengdri ferðaþjónustu víða land og það gæti svo sem verið einn vinkillinn að hlúa þeirri uppbyggingu. En það eins og við þekkjum allt sem lítur að menningu, það oft mjög erfitt að fá peninga inn í það að byggja upp menningartengda ferðaþjónustu og ekki margir svona einkaaðilar sem eru tilbúnir kannski að leggja fjármagn í svoleiðis að mjög ókannuðu máli, en það sem að við höfum kannski umfram marga aðra að mínu mati náttúrulega þessi sterka
saga Dalasýslu sem að nær alveg bara aftur í komu Auðar Djúpúðgar til Íslands og að gera henni skil á einhvern hátt, það eru miklu möguleikar varðandi það. Við vitum náttúrulega í Sörbanum verið að byggja upp í kringum Staðarhól, minningarreit og sýningu á þeim stað varðandi Sturla Þórðarson og hans tíma og ritverk. Síðan búið að byggja upp við Tjarnalund, hafa verið settir þarna steinar til þess að minnast 3 skálda og það aldrei vitað nema að það sé bara upphafið að einhverju frekari minningarreit skáldin í Dölum. Þau eru nú ekkert mjög fá. Þannig að það svo sem Auðangarða Gresja ef að litið þangað. En ég ætla bara að gefa orði laust og ef að einhverju vilja tjá sig eitthvað þessa, sérstaklega þessi myndbönd, það væri mjög fróðlegt að fá komment á þau og hver veit nema þau verið tilnefnd til einhverja verðlauna. Og það hægt að skrifa líka komment og fyrirspurnir og koma þeim á YouTube-rás Dalabyggðar eða í tjattinu hérna hjá okkur á Teams. Og síðan einnig eftir fundin hægt að senda tölvupost með fyrirspurnum eða hugmyndum inn á johanna@dalir.is og það líka minnsta mál að hafa samband við Jóhannu í tölvuposti eða senda bréf ef að fólk veit ekki koma fram undir nafni. Það bara meira en sjálfsagt mál líka. Hér komið eitt komment inn á Teams frá Svanhvíti Lilju. Mér finnst vanta náttúrutengt söfn. Hér erum við umlíkin mikilli náttúru og við Breiðafjörðinn og allt sem honum fylgir. Hlunnindanýtingarsafn til dæmis eða náttúrutengt safn fjallað flóru og fánu svæðisins og þá sérstöðu sem svæðið hefur. Þetta mjög gott innlegg. Má ég aðeins, Þorgrímur? Gjörðu svo vel. Guðmundur heiti ég, bý á Kjarvalsstöðum í Saurbæ fyrir þann sem ekki veit það. Því miður þá gat ég ekki verið á fundurum í gærkvöldi, ég ætlaði ekki að vera það, þannig mér langar aðeins líka að fá að ræða hin húsin 2 svona í þessu, en ég ætla að byrja allan á Tjarnalundi, það svona mér nærst allan. Ég mjög hlynntur því að Sturlusetur verið sett þar upp og ég líka horfi á það eins og þeir strandamenn gera til þess með Sævang og þar með Sauðfjörðssetur þar að það hægt að rúnda því til, þannig að það hægt að halda þorrablót eða það skemmtanir þess á milli. Á þessum Sturluðu fundi sem var þannig fyrir 2-3 árum síðan á Tjarnalundi þá héldu allir að Staðarhóll, það sem kirkjan stendur, að það væri þessi eini sanni Staðarhóll. Þannig að fræðasetur Sturlu Þórðarson á Staðarhóli væri, teldi ég, mjög svona áhugavert verkefni. Nú en í sama, það væri hægt að hafa þannig að þeir sem vildu rannsaka Sturlu, þeir gætu búið þar. Það hægt að útbúa þannig að menn geta gist og sofið, og noti þess að vera í þessu umhverfi sem Sturla var á sínum tíma. Þannig að ég held að það sé Staðarhóll, og svo plús það líka að Tjarnalundur hefur svolítið mikil kost fram yfir öll hin félagsheimilin það að þau eru Tjarnalundur eru miðsvæðis í þessu samvinnuverkefni allra Reykhóla og Stranda og Dalamanna, að ef það er að halda ykkur að fundi á svæðinu þá Tjarnalundur miðsvæðis og það jafn langt fyrir Reykhóla, þá sem eru í Búðardal, Hólmavík til að koma og vera, alls það jafn langt að fara á Tjarnalundi. Þannig að þessi fundaraðstaða væri Tjarnalundur mjög hentugur ef menn sem þurfa að mæta fund. Langt bestir að vera á svona fundi eins og við erum núna, það tekur minnstan tíma. En ég
mjög hlynntur því að byggðasafnið fari í Árblík. Ég tel það mesta sóma sem við myndum gera byggðasafninu að vera þar, bæði vegna þess að húsið nokkuð stórt, þar lítið mál að gera svona kaffiaðstöðu og líka það, ef við vildum stækka safnið á einhvern hátt, þá nægt rými til þess. Aðri staðir eru bara bjóða ekki upp á það sem Árblík býður upp á í þessu sambandi. Og ég held að sveitarfélagi eigi ekki að vera að kaupa eitthvað húsnæði til að setja byggðasafnið í vegna þess að það fyrsta sem sveitarfélög, ekki bara Dalabyggð, heldur öll sveitarfélög á landinu, ef það lendir í fjárhagskröggli eða eitthvað þessu, þá sker það niður viðhald. Og ef sveitarfélög á fleiri hús sem eru gömul hús, þau eru alltaf mikið viðhald og þess vegna held ég að sveitarfélög passa sig á því að vera ekki að fjárfesta í gömlum húsum sem þurfa mikið viðhald til þess að koma til dæmis byggðasafninu fyrir, með allri virðingu fyrir þeim húsum. Ef ég aðeins minnist á Dalabúð sem slíkt, þar mest að vera. Ég held að besta fyrir Dalabúð sem slíka að grunnskólinn yfirtaki það bara allt svæði. Lítið Dalabúð bara til fullustu. Og en það líka eins með það alltaf hægt að vera með svona skemmtanir og annað. Dalabúð þetta stórt svæði og stórt félagsheimili, þannig að þó það sé ekki inn í svona hefðbundnu í skólastarfi að svona stór dansleiki með áfengi og annað þess að það skilgreinist ekki undir skólastarf sem slíkt í sama húsnæði, en ég sjálfur bindindismaður, ég sé ekki neitt í fyrirstöðu. Það blandist eitthvað aðeins saman. Þannig að í sama húsnæði. Staðfell ég hef svo sem ekkert þanniglega það að segja, en mér fannst mjög áhugavert þessi 100% aukning á nýtingu þar. Ég held að það hafi verið, þá var ég sjálfur ættamótar umfram Þorrablóti sem var það árið. En já, þetta alveg þarft að skoða hvað á að gera við öll þessi félagsheimili og ég held að við getum alveg aukið öll þá starfsemi í þeim sem hægt þannig að það en númer 1 og 3 það þarf sem sagt hverju félagsheimili þarf alltaf að vera og hægt að vera með kaffisölu, fólk stoppa mikið frekar ef það kemur bæði til að skoða eitthvað og þá menn verða alltaf eitthvað svangir alls þar, þannig að það alveg sama hvort það kaffi eða eitthvað annað. Takk hjálpa fyrir mig. Já, takk Guðmundur. Fínar athugasemdir og hugmyndir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Jóhanna, hefur eitthvað komið fram á kommentakerfunum á hinni spjallsíðunni? Hér komin upp henn. Gjörðu svo vel, Sigrún. Já, mér langaði bara aðeins að koma inn á með Staðarfell að það sem náttúrulega alveg augljóst að Staðarfell þarfnast mjög mikils viðhalds og bara komið að því ef að húsið á ekki að skemmast algjörlega. Staðarfell hefur samt kosti umfram hin heimilin og það það hversu lítið það og ég alltaf að bíða eftir að koma ykkur kominga vestur og vera með lítið kaffihús yfir sumartímann og litla sýningar í salnum. Þetta alveg kjörinn áningarstaður fyrir Strandir og
gönguferðir þetta í kring og útsýnið sem maður hefur og án þess að ég ætla að fara eitthvað að lasta hérna hinn félagsheimilin en þá held ég að staðsetningin á þessu félagsheimili mjög falleg. Við erum með útsýnið við Breiðafjörðinn, maður þarf bara rétt að labba þarna upp og sérðu yfir eyjarnar og bara mjög fallegur staður og yfirleitt logn með þess að. Það bara mjög gott. Þannig að mér finnst þetta, það vera styrkleiki Staðarfells. Sem sagt þessi, stærðin, bara innan marka og væri hægt að gera mjög skemmtilega hluti þarna án mikils tilkostnaðar ef að húsnæði væri í lagi. Sem sagt að lagi ekki eftir skemmdum. Það væri náttúrulega styrkleiki ef að byggðasafnið væri á Staðarfelli. Því að þessi staður geymir alveg gífurlega sögu héraðsins. Og bara staðurinn sem slíkur bara safn. Megum ekki gleyma því. Og það alveg nægt rými ef það þyrfti að stækka safn á Staðarfelli líka. Og við verðum líka að passa okkur á því að þegar við erum að reyna að efla sveitin okkar, að við megum ekki bara efla við þjóðveginn í gegnum sveitina. Við viljum fá fólk sveitin okkar. Ekki bara stoppa við þjóðveginn á leiðinni vestur. Takk. Já, takk Sigrún. Eru fleiri sem að vilja tjá sig? Varst þú að biðja orðið Sigursteinn? Ég sást eitthvað að veifa hendinni. Ég var nú eiginlega bara svona að hugsa að biðja orðið, en svona ætlaði aðeins að vera ekki frekur hérna í talinu í kvöld. Og kannski mér lákaði samt bara til þess að svona tala að þegar ég fór hérna í pílingringsferðina með þér Þorgrímur daginn að mér fannst alveg magnað, ég var að koma inn í suma af þessum félagsheimilum fyrsta skipti en mér fannst alveg magnað að sjá hvað þau eru með mikil gæði mörg þeirra og hvað þau eru mikil tækifæri í þeim sko og þetta eru falleg hús og það og það, já ég segi, þau þurfa bara svona smá ást þannig að það kannski reynda það sko þannig að ég held að sko sama hvaða leið farin eða eru farið eitthvað svona samhent átak til þess að koma starfsemin í það og ef við störfum svona vel að því að þá gæti þetta orðið algjört success og ég svona sletti aðeins sko en en það einmitt eins og svo ég tali aftur ráðstefnuna sem var haldin í haust að þá var líka innslag frá félagsheimilinu Brúarási sem upp í Hálsasveit hér í Borgarfirði og þar var hún Marta Eiríksdóttir sem ein af svona þessu frumkvöðlum sem tóku við því félagsheimili en þar var það þannig að þau gerðu rauninni bara samkomulag við kvenfélagið og ungmennafélagið sem var með húsið á sínu forræði og rauninni tóku það svona alltaf yfir en samt með þeim forsendum að kvenfélagið gat verið með sína fundi og sína viðburði eins og áður en gáfu aftur á móti nýju rekstraraðilum frelsi svona til þess að breyta og gera svona það sem vildi gera og mér fannst það svo magnað það sem að Marta sagði að hún svona þau byrjuðu á því að horfa á húsið sjálft og bara sjá svona hvaða gæði liggja bara í byggingunni og þá kom það í ljós að það átti í rauninni eftir að klára húsið svona frá því að það var byggt þarna 70 eitthvað og þau byrjuðu svona á því að gera það og þannig var þessi aðstaða til. En náttúrulega það hús, það dafnaði bara sem í rauninni menningarhús og þau eru búin að vera þar með tónleika og alls konar svoleiðis síðan það var opnað. En það fór á stað 2019 og ég vil bara helst ekki tala 2020 því að það svo mikið leiðindi sem voru búin að fyrir alla svona starfsemi en ég var bara í sambandi við þau fórhvolfana fyrir Brúarás bara núna í vikunni og þau eru sko ekki að bækja dóttin og núna ætlaðu að fara að stað aftur með þessa dagskrá og í rauninni segja það sko að líka eftir COVID þá var það svoleiðis að okkur fara að þysta svo mikið í að gera eitthvað svona skemmtilegt og gera eitthvað saman þannig að það gæti orðið bara algjör sprengja hvað þetta verða sko.
Já, og ég ætla ekki að tala það meira í bili. Þangað til að ég við beðin annað. Já, takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja leggja orðið í belg? Það hérna komin spurning frá Svanhvíti Lilju, hvort að kvenfélögin eða félagasamtök sé almennt að borga fyrir afnot af félagsheimilum á sínum svæðum, leigu, þrefagjald eða hvað. Ég held að sé rétt hjá mér en Jóhanna, hún leiðrétti mig þá ef það að þau sem sagt hafa almennt frí afnot af húsinu til sinna eigin funda og smávægilegra viðburða, en ef það eru svona stórir viðburðir eins og dansleikir eða annað slíkt þá er það greitt. Er það ekki rétt, Jóhanna? Ljómandi. Fleiri sem vilja leggja eitthvað til máluna? Já. Mér langar aðeins bara að taka upp þráðinn þar sem að Guðmundur var áðan með þessar hugmyndir Tjarnarlunds nýtingu í tengslu við Sturlusetur. Að þeim finnst þetta bara mjög áhugaverð nálgun og það er náttúrulega alveg klárt mál að ef við viljum gera þetta vel úr garði þá er tilvalið að tengja Tjarnarlund við þessu uppbyggingu á Staðarhóli og það væri nú ábyggilega með litlum tilkostnaði hægt að koma þarna fyrir einhverjum tengslum við uppbygginguna, hvort sem er í formi sýninga eða svona fræðabókasafns eða eitthvað slíkt, þar sem að fólk getur komið og kynnt sér þessi mál og aflað sér upplýsinga og notið dvalarinnar í Dölum í einhver tíma, viku eða 10 daga. Og svo náttúrulega líka þetta að þeir sem eru að koma í heimsókn inn á þessi svæði, þær þurfa allir að komast á salerni og þeir vilja allir fá veitingar, hversu miklar eða litlar sem þær eru. Og það er náttúrulega alveg klárt mál ef að Tjarnarlundur er þarna í báðum leiðum, hvort sem maður fer upp á Staðarhóli eða kemur þaðan, að þú kemst ekkert fram hjá Tjarnarlundi nema að fara fram hjá honum. Og þetta er bara rosalega fín hugmynd og væri gaman að ef að, hvað heitir þetta, Sturlunefnd myndi sem sagt kannski líta svolítið til þessara staðsetningar í tengslu við sitt framhald á uppbyggingu þessa verkefnis. Og þetta er líka alveg bara glerharður punktur á Guðmundi varðandi miðsvæðis fyrir þessi 3 sveitarfélög þegar sameiginlegir fundir að ræða á þessu svæði. Þetta er alveg kjörinn staður fyrir slíka fundi og bara fínt hús fyrir svoleiðis fundi. Og svona ég er nú farið á minni leiklistasýningar, nú komið þann Elvar Logi með 2 eða 3 verk og bara virkilega kósí að komast í svona sal sem að
lætur ekki mikið yfir sér en rúmar það fólk sem að yfirleitt hefur komið, hvort sem 30 eða 80 manns. Það nú ekkert allt og margir sem mæta orðið á leiksýningar eða söngskemmtanir í Dalabúð sem hefur nú hingað til verið svona okkar aðal menningarmiðstöð þegar hefur verið svona stór viðburðir að ræða. En orðið laust áfram. Sigursteinn, gjörðu svo vel. Já, ég skal tala. Fyrst endilega viljið. Nei, ég vildi bara svona aðeins líka benda á að hvaða tækifæri eru í því að koma með aukna starfsemi og hvaða áhrif það hefur á nærumhverfið. Það verið að nefna bara að það getur verið alls konar atvinnuuppbygging sem getur tengst menningartengdum atvinnugreinum. Og mér langar líka bara að benda á hvað að gerast í Frystiklefanum á Rifi. Að þar kom ungur eldhugi fyrir núna 10 árum sem að ætlaði að stofna leikhús og samfélagið og þeir sem að réðu öllu og fjármálastofnanirnar þeir hristu eiginlega svona bara alltaf hausinn en núna eru allir búnir að éta það ofan í sig og segja að þetta hafi verið það besta sem gat komið fyrir Hellisand og Rif. Að þarna komið bara menningarhús á heimsmælikvarða sem að ganga bara mjög vel. Og en svo það líka hitt sko, það svona hvaða áhrif það hefur eða verið til dæmis opna einhvers konar gestastofa í félagsheimilunum að það mun draga sér fleiri bíla eða kannski ekki fleiri bíla, við skulum fókusa á gestina, það mun draga sér fleiri gesti og þá vorum við kannski farin að búa til atvinnutækifæri fyrir til dæmis gistinguna á svæðinu í kring. Og mér langar bara til þess að biðja alla sem eru núna að hlusta að fá svona smá heimaverkefni, að hugsa svona svona sín félagsheimili og svona hvernig þau sjá fyrir sér svona hin á þessi starfsemi geti rúmast þarna inni sko. Og ég nú bara þannig að ég trú ekki að það sé til slæmar hugmyndir. Að allar hugmyndir eru góðar en það aftur á móti kannski útfærslan sem að það kannski svona hugsa út í. Og mér langar svona að segja að því að það vildi nú til að ég kom að hönnun Breiðabliks á sínum tíma þegar var verið að breyta því í gestastofu fyrir Snæfellsnes. Að þá talaði við einn úr nágrenninu sem sagði það mér langar nú eiginlega bara til að kaupa Breiðablik og breyta því í fjós. Það einn hugmynd. Þannig að það vissilega hægt að ræða það svona fram og tilbaka en það var ákveðið að það myndi ekki henta Breiðabliki að þessu sinni og svo fór sem fór. Þannig að ég bara skora á alla að hugsa núna upp einhverjar hugmyndir og koma því áfram til menningarnefndarinnar. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. En eru fleiri sem vilja leggja orð í belg? Og ég vil bara minna á að þegar þessum fundi lýkur á eftir að þá eftir einhverja stund, hvort sem verður í kvöld eða morgun, þá verður þetta efni komið inn á netið hjá okkur og það verður áfram hægt að koma með ábendingar og fyrirspurnir og tillögur til menningarmálanefndar. Og skilvirkast að senda tölvupóstin á johanna@dalir.is og okkur liggur bara, okkur langar bara að fá sem flestar hugmyndir, þær þurfi ekki að vera fullmótaðar, bara fá einhver svona stikkorð, þannig að sé hægt að kannski kasta maður því út í kosmosið og þá kemur einhver einn eða tveir utan úr samfélaginu sem að vilja grípa þetta og taka þátt í að byggja eitthvað upp í sínum félagsheimilum. Það náttúrulega eins og Sigrún nefndi varðandi Staðarfell, það náttúrulega mjög fín salerni á Staðarfelli sem að þarfnast aukinnar notkunar og auðvelt að vera þar með litla veitingasölu og salernisþjónustu. Og salurinn náttúrulega býður alveg upp á það að það sé settar upp einhverjar sem svo mikið talað í dag svona örsýningar, það að segja svona litlir viðburðir. Og það geta verið bara þessna sögusýningar úr
úr dölum, ljósmyndasýningar, málverkasýningar, textasýningar og alls konar svona. Það er alveg ótæmanlegur þessi brunnur af sögunni sem við höfum fram að færa eins og ég nefndi áðan og þið þekkið það öll sömul. En já, ekki einhver sem vill bæta einhverju við áður en við förum að ljúka þessu spjall okkar? Nú þá förum við bara að láta þetta duga í kvöld og ég hlakka til að fá hugmyndir frá ykkur. Við framhaldið á vinnunni hjá okkur verður þannig að á næsta fund okkar þá mun Jóhanna leggja fram svona samantekt frá þessum fundum og allar tillögur og hugmyndir sem koma fram bæði núna sem hefur verið nefnt hér munnlegt og eins sem kemur skriflegt að það verður tekið til athugunar og listað upp hjá okkur. Síðan í haust þá stefnum við vonandi verða aðstæður orðnar þannig að við getum átt fund þar sem við komum saman og getum fabúlera. Það er kosturinn við það að koma saman á fundi sá að við eigum auðveldara með að tala saman. Það er svolítið erfiðar ofta að tala saman á svona netfundi þegar það eru fleiri en einn og fleiri en tveir. En við erum svona vonast til þess að áður en þetta ár er lokið að þá getum við skilað einhverjum tillögum til sveitarstjórnar framtíðar áframhaldandi uppbyggingu einhverja starfsemi í þessum félagsheimilum. Og svo er náttúrulega annað sem við þurfum kannski að horfa líka svolítið til. Það er náttúrulega með, ef að kemur til að Dalabyggð sameinist öðrum sveitarfélögum, að þá þurfum við að vera í stakk búin að missa kannski meira tökin á félagsheimilunum. Þó að þetta séu félagsheimilin okkar í okkar samfélagi, að þá er ekki þar með sagt að ráðandi sveitarstjórnar á hverjum tíma taki mikið tillit til þess og sér í lagi ef við erum ekki að sýna fram á það að við séum að nýta þau eða byggja þau upp til lengri framtíðar undir rekstur sem kemur til að skila okkur bæði atvinnu og tekjum inn í samfélagið. En ég þakka bara fyrir fundinn krakkar í kvöld og hvet ykkur eindregið til þess að hafa samband við okkur áfram bara með minnstu hugmyndir. Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi, eins og sagt er. Bara takk fyrir og eigið gott kvöld.